Já, við höfum svolítið verið að ræða einmannaleika hér við Rauðaborðið svona undanförnum vikum og ætlum að halda því áfram núna og hingað er kominn séra Bjarni Karlsson sem prestur og guðfræðingur hjá sálgæslu og sálfræðistofunni Haf. Já. Verður velkominn. Takk. Alltaf gaman að fá þig. Það sem að maður velti fyrir sér eftir svona þessi samtöl okkar við fólk einmannaleikann. Hvort að við séum í þessi svona einmannaleika faraldur í samfélaginu. Já, þú segir nokkuð. Sko, ég veit það ekki hvort að, við getum, bara já og nei og alls konar. Ég held að einmannaleiki sé bara háski sem að bara það vera manneski þýðir það að þú ert útsettur fyrir einmannaleika, það var alltaf verið þannig. Og þörf fyrir félagsskap. Já, við erum einmitt, bara maður manns gaman stendur í biblíunni, já, eða hafamálum og annarkvort eða bæði og þannig að ég er alveg viss það ef við hefðum setið þetta fyrir 100 árum og verið að ræða nákvæmlega þetta þá líði öllum eins og þetta væri faraldur og einmannaleiki væri að hefja einræði sína ég í mínum huga út frá því sem ég skil nú eða miskil stór hluta öllum að meinta skilning er alltaf miskilningur Uppaf alls skilnings er miskilningurinn sagði held ég Guðbergur ekkert Já, einmitt og við þurfum ég var að hugsa þetta að því að þú talar sem spasma komið og talar og ég var mjög fegin að þú talar þetta því að þetta liggur á mér þetta virkilega liggur á mér og að því ég er alltaf að bæða hitta fólk sem að er að glíma við einmannaleika og ég man það ég á svona minningu einmitt sem er stundum rifja upp og lýsi fyrir fólkið ég man eftir mér ég var 18 ára ég var þá gekk leið 2 inn í Vogahverfi þar sem ég átti heima Já, inn í Voga á Grandi Vogar Já, Grandi Vogar Minnstrætó Gamli góði og ég man við og strætó var að ganga ég satt einn í strætó innan fullt af fólki og strætó var að ganga austur Hverfisgötuna eins og hann gat þá og rann framhjá Þjóðleikhúsinu og sem að rennur þar þá bara lýstur yfir mig þetta bara þessari spurningu bara á mann að verkja af einmannaleika þetta eðlilegt og ég var ekki hissa þó ýmsir áheyrundur okkar ættu akkurat þessa undrun þegar bara sálarverkurinn ofbýður og er orðan líkamlegri þraut og í mínum huga var þetta mjög eftir á þegar ég horfi yfir svona mitt þroskaferli eða vanþroskaferli að þá var þetta mjög mikilvægt fyrir mig að þekkja þennan stað og ég held að svona sem sálgætir og líka sem siðfræðingur nefnilega mínu því að ég er búin að vera að glíma í siðfræðinu og þar liggur mín svona akademiska pæling en í sálgæslunni mín þar liggur mín list og faglega list og ég held frá þessum 2 fögum þá hefur svona dagað upp á mig og það er kannski ákveðin lausn kannski eitthvað nýtt inn í þessu umræðu að ég held nefnilega að einmannaleiki sé tengdur þessu fyrirbæri sem er skömm í manneðlinu skömmin og hann hefur verið margt ritað og margt rannsakað og margt rætt og skoðað og einhver En áttu við að við berum okkur ekki upp af því að við erum með eitthvað skömm og þar leiðandi einangrust við Já að það sé ekki verið að loka okkur frá heldur loku við okkur frá Já og skömmin er svona ég sé hann alltaf fyrir mér svona eins og svart svona botnfall eitthvað svona neðarlega í kviðarhólinu
svona þeir reyna að skilja hana líkamlega og svona hvar hún liggur í okkur, þetta svona svo svart fljótandi botfall sem svona eitthvað svona undirliggjandi, hún mismikil hjá okkur, misáleitin, misseig eða fljótandi og sko og það þessi tilfinning fyrir því að vera sennilega afgangs, vera sennilega geta mætt afgangi og hvaðan kemur þessi ótti, þessi tilfinning, jafnvel vissa. Já, ég verð, ef ég eignast eitthvað þá það tekið frá mér, ef ég elska þá verð ég svikin, ef mér hlottnast eitthvað þá mun það renna mér úr greipum. Þessi ótti, þessi sem að jafnvel getur orðið að sannfæringu höfnun sem að sé raunverulega bara mín kjör. Þarna liggur skömmin og hún er og svo þarfst ekki annað en að vera bara þú bara í bónus bing, bing, bing og afgreiðslu barna og meðan maður ennþá fekk afgreiðslu búið að segja góðan daginn, nú það búið nú maður bara hérna en sögum sem segja eigðu góðan dag. Já, það er yndislegt og hérna en þegar kemur þetta moment að persónan sem afgreiði segir það höfnun á kortinu þínu og hvað gerist? Horfir á vörðan þarna, fólkið sem býður, horfir á þig og svo heyrir þitin þegar þú hrapar innan með sjálfum þig það höfnun á kortinu og við erum svo mikið við þurfum jafnvel ekki meira en þetta til þess að skynja einmannalega skömm og hvaðan kemur þetta tilfinningi fyrir því að vera einhvern veginn ónógur og það sé örugglega eitthvað varðandi mig og sérkenni mín og aðstæðu mín og fjárhag mín og heilsu mín og tengsli mín og jafnvel lífsskoðanir mínar og venjur sem að ekki hæftir opinbera birtingar og mig grunar bæði af lestri og líka af reynslu og eigin reynslu og af samtali við fólk í áratugi að einmannaleikin standi eigi margvíslega rætur inn í þessu ástandi sem í eðli sínu menningarlega skilyrt vegna þess að við lifum í menningu sem að hefur við erum bara komast þær niðurstöðu að við skulum hafa þjóðfélag sem þannig að við erum bara að kveða upp úr með það að vera ábyrg manneskja það þurfa ekkert frá öðrum og já, hversu mikið róðrast í að freinmannleika það? Hversu eftirsóknarvert það? Já, ef það vera ábyrg manneskja það að ég þarf ekkert frá öðrum þetta uppskrift af einmannleika að því að við þurfum akkurat það sem skilgreinir okkur það frá fæðingu til dauða frá upphafi lífs til hinstu stundar þarf ég á öðru fólki að halda en svo lifið í menningu sem segir mér nei, Bjarni minn, þú verður að vera ábyrgur þú þarft ekki á öðrum að halda ef þú gerir það, þá ert þú að bregðast En þú gætir uppfyllt það á svona tilteknum þáttum í lífinu en kannski ekki þeim þáttum lífsins sem að skipta máli þá þarft alltaf á öðrum að halda Já Þegar þú getur ekki verið og svo þá að reyna að lifa einhverju lífi sem eiginlega svolítið svona bara aftengt lífinu Já. Þú ætti eitthvað með að halda til þess að borga bílalánið þitt eða eiga fyrir bensíninu eða þú veist gera hitt og þetta en það er ekki fullnægjandi líf. Það er ekki fullnægjandi líf og bara áðan ég var bara að fara á stofunum minni þá voru þar menn úti að laga malbyggið út á götu. Ég þarf á þessu fólki að halda þetta er hluti af vegakerfinu okkar og ég þarf á við þurfum að komast á milli staða og það er fullt af fólki sem vinnur við það að tryggja svo megin og fara við erum hérna með rafmagn og við erum það er hérna tæknimaður að vinna það er alls konar það er svo margt sem þarf til þess að við getum tveir verið að tala hérna saman og við þurfum endalaust á öðru fólki að halda og þess vegna er má kannski segja að einmanaleiki tilfinningi fyrir því að vera einn og yfirgefin kannski er hann að hluta til menningabundin skynvilla því að
ég er ekki til nefn í tengslum, sko líffræðilega og félagslega. Við erum hópdýr. Við erum hópdýr og Við erum aldrei orðið heil nefn í félagi með öðrum. Nei, og við erum ekki til nefn í félagi með öðrum og þess vegna... Við erum aldrei stækkað nefn í félagi með öðrum, það er bara okkar eðli að vera félagsverur. Já, og ef við vissum ekki það, að sko, ef við sætum bara hérna og ættum ekki þá vona að einhverjur myndu vilja heyra okkur. Eða í samtali okkar verði til ykkur sem að við hvorur getum komið með einir að borðinu. Já, nákvæmlega. Milli okkar verður til eitthvað sem er... Já, eitthvað sem að kveikir hjá öðrum og þetta er svona, ef við tríðum því ekki, að við værum raunverulega að taka þátt í samtali með fólki á þessari stundu, þá væri þetta líka einmanalegt samtal. Sko... Þá verður bara þú að segja það sem að þú vilt og ég myndi segja hvað ég vil. Já. Þá verður eins og við erum að semja inngöngu í Evrópusambandið. Já, af því að, og það er okkur að þarna sem að ég, sko, og þess vegna, þetta með skömmina, og þegar kemur á skömminni í lífinu okkar, af því að það sem vekur okkur skömm er annars vegar, sko, ekkert annars vegar, bara það er svo margt sem byggir upp fyrirbærið skömm, þetta botfall, ef við semjum það hérna, sko, að segja, sko, heyrðu, semjum að sjá fyrir okkur skammar tilfinningur eins og svart seigfljótandi botfall í sálarlífinu sem að og svo þarf ekki kannski annað en að einhver segi við þig í afgreiðslu kortinu þín er hafnað, þá þyrlast þetta alveg út í fingurgómana, bara tilfinningi fyrir því að vera no good for nothing, af því að það er eitthvað, sko, það geti ykkur haldið, ég ætti ekki nóg af peningum. Og sko, þessi skömm, og í hverju já, hún getur verið tengt fjárhag okkar, hún getur verið tengt heilsu okkar, hún getur verið tengt sko tiltrúnni sem aðrir hafa á okkur og ímynd okkar í hugum annar og svo framvegis svona, er endalausir svona kapital, ytra kapital sem að hérna skömm okkar eða hróður, sæmdarljómin sem við vonum við höfum, skömmin og sæmdarljómin, sko að þetta einhvern veginn vegur salt á svo margháttuðu svona kapítali alveg yfir í það að vera bara sætur og sexy, sko. Þess að þegar hann hrópar út í salin, hann hérna Helgi Björns, er ekki allir sexy þegar hann hrópar út í salin, skilji, að því að hann er poppari og guðsnáð, hérna, hann er akkurat að hitta á sálastreng, þetta er eitt kapítali, það vilja allir vera sæt og sexy. Hann er að blessa fólkið. Já, að því að þá segir lífið svo mörg já, og þannig að skömmin, og svo er skömmin líka tengd einmitt og sæmdarljómin og þrá okkar eftir að vera með, hún er svo tengd líka félagslegum tengslum, það að geta hringt í vin, sko. Og þess vegna er einmanaleiki, þessi tilfinning af því að vera, sko, einn og yfirgefin, hann er lamandi, vegna þess að skömmin er lamandi. Og eitthvað helsta verkefni okkar í lífinu, held ég, sem þroskaðara, sko, ef við viljum í alvöru þroskast og svona halda áfram í lífið okkar og vera ekki föst í sko, ef við viljum reyna að synda ekki svona eins og gullfiskar hring eftir hring í tærandi vatni, sko, eða einhverjum skítugum polli, sko. Ef ykkur langar að leyfa ykkur að koma til okkar og svona eins og segir, ganga fram til góðs eða whatever, þá þurfum við, þá er eitt stærsta verkefni okkar, eitt stærsta verkefni mitt, svo ég tala fyrir sjálfa mig og yfirfæri þá að ímynda mér það fyrir aðra, það er það að ná að breyta lamandi skömm í skapandi hryggð. Þannig að þegar ég skynja að óttast að vera eða skynja svo sé, ég hef verið einhverju sviftur eins og lífið gerir, lífið tekur svo margt frá okkur, sko. Og ef ég túlka það þannig að ég tek því sem skömm að vera berskjölduð manneskja sem efast og þjáist, ef ég tek því og ef ég læt það sál í rotnandi líkama. Já, og ef ég lifi það þannig að ég lifi bara í skugganum að þeirra reynslu, sko, auðmýktur og betur, þá eru það mín kjör, en ég get líka leyft
því að gerast og það ekkert auðvelt, það ekki ákvörðun sem að maður einhvern veginn bara vaknar upp einn dag og ákveður að já, nú ætla ég bara að hætta að lifa í skugganum á reynsluminn, nú ætla ég að fara að lifa í ljósi reynsluminnar og vera vitur og auðmjúk manneskja, sko, nei, maður ákveður það ekki, sipp á hói, en verkefnið enga síður það að leyfa þessu lamandi ástandi skammarinnar að breytast í skapandi hryggð eða skapandi ástand, virkt ástand, þar sem ég uni veruleikanum eins og hún finn leiði til að hafa raunhæfa sjálfsmynd og þegar kortinu mín hafnað í bónus segir það allt mig þarf ég að eða get ég varðveitt raunhæfa sjálfsmynd í aðstæðum sem eru auðmýkjandi geti það, ef ég rek við í fjölmenni hvað hérna og það hlutað að vera heilbrigð manneskja, það að hafa geta sótt virði sitt inn í eigin kjarna og það er þegar kemur að þessu með einmanaleikan ef ég get ekki sótt virði mitt inn í eigin kjarna þá lifi ég einveru sem einmanaleikan, ef ég get sótt virði mitt inn í eigin kjarna þá get ég verið í einsemd sem að ég jafnvel vel mér ekki og að lifa einsemd en það getur verið virkt ástand vegna sem ég reitt með sjálfum mér ég ekki einn og yfirgefin, ég reitt með sjálfum mér og það allt annað. Ekki vandinn verið að þessi Bjarni hérna í biðröðinni í bónus, kortinu hafnað og hann ætlar að sækja sinn innri kjarna en hans innri kjarni bara álit annar á honum og hvernig hann upplifir sig hvernig aðrir sjá sig og það bara hans innsti kjarni Já, og ef hann á ekki ef að Bjarni í bónus á ekki ef ég á ekki og þannig að þessi innri kjarni sem aðrir horfa á mig náttúrulega innri rödd sem alltaf að segja að ég sé ekki nógu góður. Já. Og ef ég hef ekki öðlast það, og hvernig gerist það að manneskja geti raunverulega eigna sjálfsvirði, hvernig fer maður að, ég veist það, ég segi oft þegar ég að bara síðast núna bara í gær, voru að koma til minn ungt fólk með, að ég vinn líka við það skýra börn, þegar koma til minn ungt par með nýfætt barn í sínu burðarúmi, þá yfirlega segja við fólki, eitthvað þessa leið, ef að þið, elsku vinir, ef að þið gætu, ef að barnið ykkar sem hérna, fara á mánuða gamalt, ef að sál þess og vitsmunir hefðu forsendu til að velja hvort viltu eiga 400 milljónir inn á banka þegar þú ert tvítugur eða eiga örugga tilfinningalega vissu það að vera þess virði að vera elskaður og hafa svona sterka vissu það að það eru alltaf leiðir, það eru engar aðstæður vonlausar, meira segja þegar ég ekki búin að koma auga á það í hverjum getur fólki. Að vera vongóð, vonörug, manneskja, sannfærð það með skýra vitneskjum að vera þess virði að vera elskuð. Ef að barnið ykkar mætti velja að eiga 400 milljónir inn á banka tvítugt eða þetta útölka hvort annað, þá myndi sál þess á augnabliki velja það að eiga þessi innri gæði vegna þess að þau eru algjörlega priceless. Og svo segjum við ungt fólk sem skítblankt og er að byrja lífið og veit ekki sittur úkantar á og veit manna besta kann ekki alveg barn. Þið hafið, svo rík eru þið að þið hafið vald og þið hafið getu og þið hafið forsendur til þess að ljá barnin ykkur þetta ásamt öðrum sem að því sinna og eru með ykkur. Þannig að þegar barnið ykkar stendur tvítugt á þröskuldi æskuheimilisins og er að fara að heilsa þessari köldu veröld að þá eigi það innra virði. Og þetta er hérna uppeldi þetta og svo þegar uppeldi bregst eins og það gerir nú mjög gjarnan að því að við erum mistæk og ekkert foreldri allt uppeldi í aðra röndun upplöfu sem ofbeldi það er óhjákvæmlegt, okkur eru mislagðar hendur, við skiljum ekki börnin okkar, þau eru sérfræðingarnir okkur, ekki við þeim og okkur við gerum mistök og hvert einasta barn fer yfir þröskuld æskuheimilisins út í heiminn líka með
hafandi orði fyrir hnjaski af gamlu fílunum sko. Það er óhjákvæmilegu veruleiki og hérna, en allavega það verður þarlegandi verkefni okkar allra miserfitt, vegna við fengum mikið úr uppeldinu og svo eru persónuleikar okkar og aðra aðstæður sem mót okkur. Allavega, þegar upp er staðið, þá fáum við öll það verkefni í hendurnar að sko annast okkur, læra að sko vera fullorðin, finna út, heyrðu, hvernig get ég verið pabbi minn og mamma mín, hvernig get ég veitt mér sjálfsaga og sjálfsmildi og byggt upp með mér raunhæfa sjálfsmynd í aðstæðum þar sem að ég finna ég er með sjálfu mér og leið og ég sko vík mér ekki undan staðrindum, horfist í augu við aðstæður. Ég kannski bara búin að gera eitthvað mjög stór mistök og ég verð að horfast í augu við það, eða ég hef valið eitthvað álítið það rétt en svo bara kemur ljós að það var bara mjög rangt og mér bara yfirsóst með brast dómgreind. Og tók sens og klikkað. Já. Og hvernig get ég unað veruleikanum með heilbrigða sjálfsmynd og þetta er mikið verkefni og þarna erum við öll og þess vegna er það þegar kemur að einmanna leikanum að því að hann er rosalega nagandi fyrirbæri og er í eðli sínu skammar hlaðið ástand. Ég held að það sem ég vil svona benda á hérna, það sem ég held að sko að við þurfum að skoða einmannaleikan í samhengi við skömmina og átt okkur á því að þetta verið alltaf verið, þetta var líka á undan snjallsímanum sko. Einmannaleikin kom á undan tækninni sem sundrar okkur og tengir okkur öll saman og lætur okkur öll beygja okkur sko. Sko. Það var hægt að vera einmanna í baðstofunni með 15 öðrum einstaklingum og þar af einum sem að svaf upp í hjá þér hreppsómagi. Þú gæst verið einmanna þar. Þótt þú væri sko umbyttur fólki og hefður eiginlega ekkert prífasi. Þú hafðir ekki og svo gast þú bara verið hreppsómagi og þurfti að taka bara öllu smiðu hvað. Já, það er stórkostlega lýsingar af einmanna leika fólks í þeirri stöðu sem við eigum í okkar bókmyndum. Heldur betur, bara eins og bókin hans fátækt fólk. Það opinberun, það verður allt fólk að lesa það bók. Það er algjör opinberun á einmitt, hann kemur sem niðursetningur og svo situr hann þegar þarna inn í einhverjum góðum dal, þetta var nú óðurlega móðgun þegar hann skrifaði þetta sko, því að þetta var hann skrifa gott fólk sko. Svo hefur náttúrulega ljósvíkingin og fleira bara fullkomin einmannaleiki innan mannafólk. Akkurat. Af því þú ferð ekki að tilheyra. Já, og svo situr Tryggvi í lok sögunar. Af því að þú ert sálgætir og ætlar að gæta að sálinni hins einmanna. En ég tala við félagsfræðing og fleira og þeir horfa á þetta öðruvísi. Okay. Og þeir myndu kannski segja við þig að einmannaleikin er afleiðing af einhverju meini í sko félagslífi okkar á millum. Og þannig ef við tökum hennan sem er í baðstofunni og upplýsi ekki að tilheyra, hann er ekki í sínum heimi, hann er í heimi annarra og hann auðvitað er hann fullur af skömm, því að umhverfið er að segja honum að hann er að skamma sig. Já. En einmannaleiki, hann getur ekki lækna einmannaleikan innanfrá eða hvað, spyr ég sálgæslumann. Er þetta sameiginlegt verkefni okkar að vinna á einmannaleika? Eða er þetta bara einkanlegt verkefni hvers og eins að Bjarni minn, þú eru bara hætt að vera einmanna. Já, reyndur nú að hressaði við, farið sund. Farið sund, fáður hund. Farið og fáður hund. Sko, við erum sko, er þetta samfélagsverkefni, er þetta einkaverkefni, sko, þetta er mjög góðir ásal til þess að horfa á þetta og ég held að þetta sé nefnilega... Má vera hvorugt, ég er bara hvorugt tveggja, sko, ég er bara að spyrja... Sko, einmitt, þú er bara að opna samtalið og ég held að, sko, ef við horfum á það, sko, og ég er einmitt bara í októbermánuð, svo í plögginu, ég er að fara að halda erindi bókina sem ég skrifaði fyrra og heitir Bati frá tilgangsleysi,
og varðar aldrei þetta mál sem við erum að ræða hérna og ég að halda þið fram. Ég ætla að láta erindi mín heita Kallaspjall með Bjarna Karls af því að mér finnst það fyndið. Kallaspjall með Bjarna Karls og ég ætla að fjalla sko um 5 atriði sem ég held sko að mínum sko það mín niðurstaða sem siðfræðings og sálgætis í minni rannsókn sem ég lagði fram í fyrra sem þetta ég held engin skilja þessa bók ég hef ekki hitt margar sem skilja hana en nú ætla ég að reyna að útskýra hana í nokkrum fyrirlesturum ég ætla að taka 5 fyrirlestra þar sem ég fjallum frekakallinn, segakallinn, lúxuskallinn, stakakallinn og spakakallinn og þessar 5 skortmyndir af því hvað það að vera manneskja þetta eru sko 5 skortmyndir af því hvað það að vera manneskja frekikallinn, segikallinn, lúxuskallinn, stakikallinn og spakikallinn og þetta eru svona höfuð það sem ég álít og að færa rök fyrir í minni bók, ég að færa rök fyrir því að þarna er svona vanvirkar vinnutilgátur það hvernig sé nú best að fara að í þessari köldu veröld og hvernig við veðjum á frekjunum, við veðjum á yfirráð við veðjum líka á sökina við erum alltaf að finna hinn staka seka þennan eina og þess vegna er svo vinsælt. Það er bara í fréttunum þessa viku, það hefur verið stjórnlaust. Alveg stjórnlaust. Og þetta er alltaf, bara vegna þess að þegar eitthvað fyrir úr skeiðis, þá einhvern veginn, þetta bara má ekki voru okkur öllum að kenna, við verðum bara að finna henn seka og vera að lausa þetta vandamál og svo leið og einhver Sherlock Holmes sko er bara búin að finna, heyrðu, þetta er þess vegna elskum við svona þætti þar sem að eitthvað hræðilegt gerist helst í fallegu bresku þorpi og svo finnst þinn seki og það er eitthvað mjög ólíklu og svo andalli léttar að fara að sofa þetta vinsælt sjónvarpsefni að því að hugarfar okkar er þrælbundið þeirri hugmynd að ef ekki hægt að nota yfirráð og stjórnun þá verður allavega að finna hver sekur sko að því að við erum alltaf að reyna að leysa úr þjáningu og veseni er hægt að leysa þetta vesen hérna með því bara taka þetta ofan frá stjórna þessu eða er hægt að finna henn seka og senda hann út og leysa málu og henda lyklunum. Það er eins og skurðlæknir að finna meinið skera því burt. Já, eða og ef hvorugt gengur þá förum við yfir í lúxuskallinn þá hugsaum við já, þetta er ósanngjarnt en það geti ekki allir verið gorgeous og svo sættum okkur við ójöfnuðin með því að við dýrkum stjórnunar í þeirri vonlausu von að tilheyra þeim og einhvern veginn þannig að tignunin á hraða og orku og viðurkenndri fegurð og frægð og allir þessu hún er eitt form einmannaleika, eitt form af uppgjöf okkar við það að vera samfélag elitismin er það og þar höfum við lúxuskallinn sko, þetta myndir yfir það þetta er svona þriðja vinnutilgátan og okkar lösnu, vanvirku vinnutilgátum til þess að lifa að veruleikan stjórnum þessu ofanfrá, finnum við seka viðurkenna það, geta ekki allir verið lúxus ofan á, við bara vonum að við séum með í hópnum sem er ofan á og þess vegna sættum okkur við ranglæti eins og það nú stendur bara Íslands samfélag frammi fyrir alveg rosalegri siðferðslegri prófraun sko hér er bara 11 ára eða nú er hann kannski 12 ára hann Jasan sko með taugarhýrtun og sjúkdóma eða hvað þetta er, alveg rosalega sjúkdómur og við ætlum í alvöru að taka fatla barn og bara bera það út á landinu og ætlum að gera þetta sko þetta var að fara fram og af hverju vegna þess að við ætlum ekki að vera samfélag við ætlum að tækni hann okkur framhjá því mikla verkefni að vera ekki ein því mikla verkefni að vera yfir höfuð samfélag við ætlum að tækni hann okkur framhjá þessu og nú ætlum við bara að hafa hérna einhverja reglur sem eru þannig að það sem er sér hægt að leysa sko, við vitum ekki hvað við erum að leysa vandamáli varðandi sko, allt það sem rekur fólk að flótta frá heimkynnum þess við höfum ekki hugmyndu það eigum ekki að láta hérna 11 ára að krakka í hjólastól sko, byrja ábyrgð á því eigum ekki að láta hann hérna skilji, þannig að þessi vangeta, hún birtist akkurat í þessari hugmynd elítuna, þessari hugmynd lúxusin sem okkur langar svo að lifa
og þess vegna sko mín kynslóð er hérna alltaf að birta myndir af sér nú sumar að líða sko, það allir búin að birta myndir af sér í einhverju viðurkenndri neyslu það sem er æðislegt og þú þarft helst að geta gert það og talandi einmanaleika svo koma þessar helgar og það eru og svo fólk sem einmitt fjárvana eða félagsvana eða með einhverjum hætti bara getur ekki tekið þátt í þessu svo horfið á alla sumarkonuna vera að upplifa þetta eða fólk að skála ekstar upp á hverjavöllum sko og í æðislegum félagskap og svona og þetta mjög fyndið, þetta ekki hlægilegt, þetta er svona þörfum fyrir það að birta sig ofan á í öruggum aðstæðum bara sjáiði helvitin ykkar sko, lægi með mig skilur maður þetta er að því við erum hjarðdýr þetta er bara hjarðdýra hegðun ég vil ekki láta ítum út úr hjörðinni ég ætla að hafa það á hreinu að ég geti tekið þátt í viðurkenndu neyslu og svo birtist þetta í því að sko fólk á mínum aldrei það byrjað að horfa á sko get ég ekki bara átt svona hæð í fjölbýli það sem er bara mjög hljóðeinangrað og svo sé ég mig fyrir mér að aka á rafbílnum inn í bílagemsluna leggja í stæðið mitt bera innkaupapokann sem eru fjölnóta inn í liftuna fara upp á mína hillu þar sem ég ástunda enganeyslu sem staðfesti mína tilveru. Sem er að lyfta þín opnast inn í íbúðina þína. Þú komir ekki svona við stigagangur. Er þetta til líka? Það þykir mjög smart. Heyrðu, vá. Að lyftan bara opnist á pentáshæðinni þinni og það sé ekki stigagangur. Bingo! Já. Og þú hefur þá einhvern aðgangsorð þannig að þetta gerist ekki að ókunnugt fólk sé allt í einu komið. Þetta er tækni. Við tækni hönnum okkur fram hjá öllu fólki. Heyrðu, þetta er stórkostlega að heyra. Er þetta komið? Já, þetta er meðal í svörtu blokkunum. Já. Svo förum við hérna í búðina og bara bíp, afgjörum okkur sjálf. Og ef þú vilt fá samtal nokkuð staðar, þá er það tekið upp. En núna ertu komin í félagsfræðina sko. Nú ertu byrjað að tala að við séum kannski einmanaleika vegna þess að við erum í minni í mannlegum samskiptum. Já. Við erum það. En þú leggur áherslu á svona tilvíslega greiningu á manninum. Að það sé eitthvað innra með okkur sem að við teljum okkur ekki vera verðug hópnum. Og þá eins og við berum okkur ekki upp. Nei. Og þannig að þá er það bæði líklega samfélag sem er að segja okkur að þú tilheyrir ekki nema að þú uppfyllir eitthvað tiltekið skilyrði þess vegna fólk alltaf að byrja þessar myndir af sér og sanna það geti sannarlega tilheyrt. Þannig að það er einhver innri rödd en það er líka samfélag sem er að segja okkur þetta. Samfélag að segja okkur og menningin okkar. Þú ætti að bera þig upp við annað fólk nema að vera verður. Já. En svo er það bara líka það sko, eitt þáttur sem ég er ekki búin að nefna þetta sem ég held að sé líka spili mjög stór rullu og það er þessi hugmynd okkar það að vera alvöru sko þá er ég sko það er þetta með það að sko að þurfa ekki öðrum að halda og svo en á bakvið það er nefnilega tilfinningi fyrir því hvað sungu stuðmenn í gamla daga sko kemur ekki upp sko bara þetta allir hver er sinnar gæfu smiður hver er næstur sjálfum sér alveg æðislegt sko hver er sinnar gæfusmiður, hver er næstu sjálfum sér sko, og þetta var sungið í brekkusöng og bara stemning sko, og hvað erum að segja sko, þetta liggur svo djúpt í menningu okkar og langþróaðri menningu heyrðu, það hver og einn er sinnar gæfusmiður og hver og einn er bara sjálfum sér næstur þú hefur þegar uppi staðið bara með sjálfum það að gera sko, í þessari menningu þar eru allir sko, það er allir í viðskiptum það er engin, sko, samskipti eru viðskipti þú ert alltaf að tefla þú ert alltaf að spila þú ert alltaf þetta sko, og þess vegna verðum við svo einmana, þess vegna verða sko hjón að einmana sálum í sambúð af því að við skilgreinum okkur svo mikið sem einstaklinga og þetta liggur líka alveg rosalega djúpt í huga fyrir okkar og við erum
Þannig að mjög oft í mínu svona starfi sem sálgætis og ég vinn mikið við líka einmitt bara alls konar standa með fólki, hjálpa því að skilgreina hvað í gangi þegar bara áfall verða í fjölskyldum og hjónaböndum og öðru slíku og svo oft sem að fyrir framan með fólk bara vænar, sterkar, vel viljaðar, langþróaðar mannesku sem eru bara þrauðþjálfaðir í því að gera sitt besta en þau hafa orðið viðskila og eru búin að ganga parallel, hlið við skila í lífinu og samskiptin eru einkennast sko tengslin eru djúp en þau eru tærandi í stað nærandi tengsla eru komið tærandi tengsl og þess vegna sko mjög algengt og ofboðslega djúpur erfiður sársauki að upplifa einmannaleik að meira segja í eigin sambúð eða hjónabandi og einmannasálir í sambúð þannig að birtingarmyndir einmannaleikans eru margar og þær eru lúmskar þær eru sko, einmannaleiki bara eins og þreyta þetta er svo lúmsk fyrirbæri og við maður getur orðið sko, þreytan getur læðst að manni og þú veist ekki sko, hún bara safnast upp í taugakerfinu á þér og svo ertu bara orðin ekki með sjálfum þér og þú bara getur ekki lengur, hefur ekki aðgang að sjálfum þér, þú er búin að týna þér fyrir þreytu, þetta er ofboðslega aðgengt af fólki þarna og það er alveg eins með framand leikan í samskiptum fólks sem orsakar einmannaleikan hann bara kemur til og svo rosalega mörgu og ég held að framandleiki sem núna birtist í þjóðfélaginu okkar tilfinningu sko sem að stjórnmálafólk er bara ekkert að horfa, sko ráðan döflur bara alls ekki að horfast í augu við mjög stór hluti ungs fólks upplifir bara þjóðfélag heyrðu, ég hef ekki heima hérna hér er ekki búist mínum kröftum ég á ekki séns, það er ekki spurt kraftana mína og það er, ég á ekki séns að búa neins þar, ég get ekki búið með til líf og tilfinningi því að koma að þjóðfélagi sem er bara framandi þessu unga fólki og hvað munum við uppskera? Hvað uppskerum við? Ef við framand gerum þjóðfélagi sem að börnun okkar eiga svo að fara að vinna ef við segjum við ungt fólk hefðu ekki ímyndið og sérst að fara að bjarga þér hérna hvað veist þú? Getur ekki neitt, þú hefur aldrei gert neitt kannt ekki neitt, það verður ekkert sko þegar mannskepnan verður hrædd þegar þú tekur sjálfsvirðinguna frá fólki og rænir það raunverulegri trú á það að sé að fara að bjarga sér það voru að reitt og við erum að rækta reiði það er ekki bara verið að rækta reiði já, það er sko verið að rækta reiði þarna suðu Miðjarðarhafið þar er sko bara eldisræktun bara sjókvíaeldi eða landkvíaeldi á Gaza verið að rækta hatur það vitum við, það vit allir og það á eftir að verða mjög dýrkeypt. Við erum líka í okkar þjóðfélagi bara á öðrum skala og annan máta en það er samt alveg sama eðlið. Við erum að ala upp stóran sko, það skiptir tugum þúsunda ungt fólk, ekki síst ungi karlmenn sem að upplifa það að vera bara, heyrðu, ég er hérna 21 á skaur sko, eða 24 eða eitthvað og eina sem ég hef heyrt frá því að ég var svona 15 ára sko, er það að ég er ógeðslugur og hugsanlega hættulegur og svo er ég fáviti. Þekkirðu argentískan vísnasöngvara sem heitir Facundo Cabral? Nei. Þú talar eins og hann. Hvað segirðu? Hann bara rak á fjörum mínar fyrir bara einhvern sumar og ég hef búin að vera að hlusta á hann og hann er bara ótrúlegur maður, hann er dáinn núna drepinn fyrir misskilning. Já. Það er hérna hann með alls svona söngva og svo átt hann til eins og þú að bara tala fram messur bara spilaði þetta gítarinn og melti fram. Það er eitt sem að hérna að því ég skil ekki spönsku þá seti ég þetta bara í Google Translate
Það var eitt svona langur bálkur sem hann fer með sem svona viðlagið í svona, þú ert ekki þunglindur, þú ert bara annars hugar. Og það var, þú varst eiginlega alveg að segja þetta, að sko raunveruleikinn, þú bara sérðu þann ekki og hann byrjar einhvern veginn svona, þú ert svona fyrstur frá lífinu sem mótar þig, þú ert með hjarta og heila og sál og anda. Hvernig getur þú þá verið fátækur og einskisvirði? Þú getur ekki misst neitt vegna þess allt sem átt hefur verið gefið. Svo bjóst ekki til hárið á höfðu þér, sem þú reyndar að missa. Takk fyrir. Ég nefndi þetta, en ég hveti til þess að ég skal senda þér hérna. Þetta áhugaverð. Hann hérna að mörguleiti þessi sko seinni ræðaðinn. Það var ótrúlega líkt með því sem að Facundo Cabral var að segja. Áhugaverð. Þannig það nú gott að vita í sambandi við einmannleikana, það einhver annar allt annars í heiminum sem hugsa það saman. Og þess vegna ég held þess svona nefnilega, ég held nefnilega einmannaleiki sé skynvilla og skortur á bara heimildavali, bara þröngt heimildaval. Við erum bara til í samhengi og ef við höfum augu til að sjá, þá erum við stödd í veislu, sko. Eitt sem að því að maður hugsar þú ert að tala og að þú varst að tala að við berum okkur ekki upp við annað fólk. Þegar þú varst lítill, varst ekki stundur sendur og biðja nágrannann sykur og eitthvað svona? Jú. Er það ekki? Jú. Það þótti bara normalt þegar við vorum ungir. Ég er ekki viss að fólk gerir þetta í dag. Ekki svo mikið? Nei, ég hef ekki bakkað hjá mér og beðið mjólk. Ekki bara í marga áratugi, sko. Nei, heyrðu, ég var heima. Áfram má maður ekki bera sig upp og því að ég gleymdi að kaupa mjólk. Já. Áfram fæði ekki bara lána hjá nágrönnum mínum, áfram er það bara upp í 10-11. Já. Kannski að því að 10-11 er opið, sko. Það var ekki opið. Nei, svo er það. Ég var heima hjá andra sínum minn, vorum að mála bara stofuna hjá hann, þegar var að taka vegg og breyta og hjálpa að stráknum að mála. Og þá gerðu þetta, fóru efri hæðan og fengu lánað vantaði mjólk í kaffi og ég var svo glaður, heyrðu þið aldrei skoða nágranni? Já, það er allt, sko, þarna er ungt fólk sem býr í sama húsi. Ef kemur til þín og beður mjólk, þú verður svo glaður að geta, heyrðu, endilega, mér er, sko, og tilfinningi fyrir því að eiga velvilja fólk sem er tilbúið að heyrðu, eigum við ekki að hjálpa staðið, eigum við ekki að vera næs hvað við annað og vita hvert öðru og það er nefnilega það. Svo er langar að segja eina sögu. Þegar ég var ungur maður, ég hef kannski verið 17 ára eða eitthvað, byrjar að drekka og þá var stúdentakjallarinn í kjallaranum á Gamlagarði. Já, ég man það. Og þar vorum við að drekka og það lokaði eitthvað fyrr og þá lappar fólk niður í bæ og fyrir á óðal minni mig. Já. Hvað árgangur ertu? Ég er 61. Já. Dagur Sigurðarson var í hópnum. Já. Og þegar við erum að labba fram hjá ráðherrabústaðnum, þá voru þessi tré ekki orðin svona há, og ég man ekki hvort að styttan af Óla Thors var komin, en maður sá svona í brekkunni alveg yfir á Þingholtin. Og þá stoppar Dagur og tekur öxlin á mér og segir, gerir svona yfir Þingholtin og segir, sjáðu þetta, þú máttu eiga þetta. Og þetta var upplifði ég að hann var eiginlega að segja það að ég væri ætti heiminn, ég væri velkomin í hann. Og ég þyrfti ekki að vera með þessa skömm sem að þú ert að lýsa í kviðarhólinu að til er ekki, eða þetta væri ekki minn heimur og ég þurfti að vinna mig upp til þess að eiga mig að vera þarna. Þetta man ég ennþá. Ég á þá minningu af Degi Sigurðarsyni, ég satt 17 ára gamallinn Mokka og hélt ég að vera skáld. Ég er sko 2 árum yngri en þú, fæddur 63 og var að aga mig að drekka sterkt kaffi og reykja vindla og yrkja. Kemur Dagur Sigurðsson, hann var í stígvélum og náttfötum, mjög við skál og var með bók til sölu sem ber heiti Sólskinsfífl. Og ég keypti af hann bók og hann var alltaf stórkostlegur maður og í þessari bók stendur fyrir utan Guð vill að ég sé honum sólskinsfífl sem var mjög fallegt og hafði það stell mín sem trúðast manns. Í þessar bókstendur sannleikurinn er alltaf fallegur hversu ljótur sem hann er. Og Dagur Sigurðsson har sannlega stóð fyrir það og þetta er sannleikurinn alltaf fallegur hversu ljótur sem hann er. Og til þess að geta sagt þetta, þá þarf maður einmitt að geta séð veisluna sem að hann var að benda þeirra og var að segja, sjáu, ég gefur þetta allt. Ef við unum veruleikanum eins og hann er, þá er það vegna þess að við treystum veruleikanum, við treystum, sko,
ef að veröldin sem við okkur blasir bara grimm og ljót og í rauninni lofar engu og bara full af ömurð og dauða og höfnun, þá sannleikurinn aldrei fallegur. Þá getur hann ekki verið, þá höfum við ekki þá trú á lífinu. Og það það sem að náttúrulega sko tíðarandinn sem við erum alltaf að kljást við. Tíðarandinn sem að og það akkurat það sem núna að gerast, sko, það svo meistarinn frá Nasaret sagði, þegar kærleikur alls manna, þegar lögleysi magnast og kærleikur alls þorra manna kólnar, var að lýsa bara þessu ástandi. Nú það mjög að gerast að sko við erum það verið að ætlast til þess af almenningi að kyngja hernaðarhyggjunu sem svona default ástandi, bara grunnbúðir veruleikas styrjöld. Leið til friðar. Já, leið til friðar. Stríð og leið til friðar. Já. Og það verið að ætlast til þess að við líka leggjum til hliðar langþróaða reynslu og raunverulega félagstilfinningalega vitneskju, siðferðilega vitneskju það að þegar upp staðið þá komum við öll hvert öðru við og þegar upp staðið munum við þurfa að finna út úr því að vera hjálpleg, vera hér í systkinalagi sem samferðafólk á þessari jörð. Við erum að taka burt þetta og segja nei, þetta ekki svona, kyngið bara því að það get ekki allir verið gorgeous, það get ekki allir verið með í þeim hópi sem sleppur lifandi frá hildarleiknum. Við skulum ekki semja neitt, við skulum ekki tala okkur saman, við skulum ekki safna upplýsingum, við skulum ekki bera virðingu og samlíðun fyrir ástæðu og kjörum fólks, við skulum tryggja hagsmuni okkar. Þetta það sem að gerast og ef þú elst upp í samfélagi sem að þróast í þessa átt og nú að PISA-könnun gerð, það allir að Jesús að segja yfir því að börnun okkur lélegri reikningi og einhverju heldur en börn í samanburðarþjóðunum. Samlíðun íslenskra barna, hún skorar líka lægra heldur en hjá öðrum þjóðum, öðrum samanburðarþjóðum. Samlíðunin. Og þarna hvað það sem kynntu undir einmannaleika? Hvað það sem skilum eftir með bara skilur mig eftir fastan í þeirri tilfinningu að ég sé þegar upp staðið einn og yfirgefin og það sé einskis annars að vænta. Það menning yfiráðana, menning sektarinnar, menning neyslu lúksusins og þessi menning elitismans og það líka svo menning sem segir okkar að við séum þegar uppi staðið bara, þá ertu alltaf hver sinnar gæfusmiður og hver næstu sjálfum sér og þegar uppi staðið ertu bara einn og lýgur því að okkur því að við erum svo sannarlega ekki einn. Og þessi menning hún kúlminerar og kristallast í því að þegar við ætlum að vera víðsýn og þroskuð og við hafa fjölmenningu, þá búum við til svona menningu sem þannig að já, við skulum öll vera frjáls að því við erum ólík í einrúmi. Og ekki trufla hvort annað. Og þannig, já, ekki trufla, vertu ábyrgur og það þýðir það að þú þarft ekki á neinum að halda. Og ef þú þarft á öðru fólki að halda þá ert ekki ábyrgur og ofan í þessa menning förum síðan ræða, heyrðu, eigum ekki bara hafa hérna þannig að fólk geti beðið líknardauða. Já, ef við værum siðferðilega heil þá það sannarlega svo að það geta verið þær aðstæður að það væri einmitt mjög samræðunar virði að spyrja, eigum við einhverja aðstæður að hafa það þannig að það sé bara mennilegast, sanngjarnast, uppréttast, heiðarlegast og kærleiksríkast að leyfa fólki að taka ákvörðun það að kveðja. Það áreiðanlega til slíkar aðstæður. En í veröld... Þú vildir ekki sleppa þessu lausu í samfélaginu eins og það er?
það bara stutt sem ég horfði framan í aldraða konu sem upplifir sig gjörsamlega til hliðar. Það bara, þetta kona sem búin að þræla á lágu launum fyrir þetta samfélag og gera ómælandi gagn. Og hún byrjar í að því er ekki verið að tala það, nú getum við bara að fara að ákveða þetta sjálfur, vegna svona upplifir sig svo fyrir. Við erum þarna liggur hjartakuldin, þarna þessi sami kuldin og getur bara í alvöru tekið 11-12 ára dreng og sagt, heyrðu góðurinn, þú átt ekkert heima hérna, farðu bara og deyðu drottniðinum annar staðar. Bjargaðu þér sjálfur, það er annars eftir ekki ábyrgur. Heyrðu, en að þú varst að tala að þú ætlar að vera með hérna svona námskeið kalla og líklega fyrir kalla. Já, og kalla og kettlingar. Já, kalla og kettlingar, en bara því að það er svolítið þannig að því að við erum að tala hvað við erum gamlir. Að það eru kannski kallar á okkar aldri sem eru kannski búin að skilja og oft er það þannig að sko félagsnet fjölskyldunar teilir í konunni frekar, það er svona, ég held að sé bara viðurkennt. Og þá er það svona kallar svolítið einmanna, daga eitthvað staðar uppi í svona kannski búin að ganga í gegnum svona starfsæfina þar sem þeir sóttu svona sæmd sína til. Já. Ekki jaft hátt á raugnum eins og voru áður. Þarna er svona einmannaleiki sem að tengist bæði svona karlmennsku okkar sem er ekki kannski upp á sitt besta. Nei, við lærðum að bíta á jaxlun og bölva hljóði og ekki góð brynja að ganga með lífið, að ganga með misskilda karlmennsku. Nei. Það eru, þetta tískuhugtak eitraða karlmennskan eða misskilda, sko við erum ekki hérna, það er bara þannig, það er sko, þetta kynjaða ástand, sko, það fer illa með öll, sko, það fer illa með þau sem ekki geta skilgreint sig inn í kynin, þessi tvö, það fer illa með þau sem skilgreina sig djúpt inn í kynin, sko, vegna þess að það eru öll að tapa og það er líka þannig að hérna sko fólk fer svo halloka í lífinu vegna af hverju förum við svona halloka akkur einmitt, maður sér marga karla fara að halloka upp úr því að þeir ljúka sínum störfum og svo einhvern veginn eru þeir bara þeir gerast gamlir, þeir draga sína skút í slipp og bara hefja bjórdrykkju og boltagláp sko, og gefast upp. Náttúrulega ganga á eina fögru velli gólvellina, græna velli gólvellina og rísa þar upp til framhaldslis. Svo er það líka til og þetta auðvitað bara, og svo er það mising, ég meina elli er innri maður, öl er ekki innri maður, elli er innri maður, það kemur ljós, get ég sótt virði mitt inn í eigin kjarna sko get ég það þar liggur full þroskinn það kemur ljós þegar ég eldist og lífi reytrar mig fjæðrirnar sko, ekki bara hárið sko og hérna og þessna er ekkert fegura heldur en sko gamalmenni sem skínandi gamalmenni er eitthvað fegursta sem hægt er að sjá og leið og ömurð ellinar þar sem að fólk lokast inn í einmitt í einmannaleika og í lömuðu ástandi og raunverulega bara drekkur sig í hela hvað við gerum sko það er, sko við höfum sko, það er hægt að fara svo margar leiðir í þessu lífi og það er erfitt að sjá að því þú segir karlar og ég fer að tala um konur sko, hvort ef við horfum á þessi tvö algengustu kyn sko, hvort er nú að tapa meiru, ég veit það ekki ég held að kynin séu öll að tapa vegna þess að við erum vegna þess að við megnum ekki að vera veitul, við megnum ekki að sko ástunda sko virðingu og samlíðun í samskiptum og þarna og það sem ég vil sko skilja eftir er þetta að ég trúi því fyrir sjálfa mig og aðra ég held í alvöru að ég val það ég vil vona það og þá er gott að horfa á sko
einmitt, maður eldist og maður sko nú ég komin inn á 70-aldurinn. Hvernig ætla ég sem hvers konar manneskja ætla ég að fara inn á, ef mér skyldi auðnast að lifa, sem hvers konar manneskja ætla ég inn á hásléttuna í lífinu, ætla ég að fara í skugga reynslunar, í skugga þeirra móðgana sem ég hef orðið fyrir, í skugga þeirra beisku sem hefur sest stað í sálarlífi mínu og vera auðmýktur og bitur, eða ætla ég að leyfa því að gerast að ég lifi í ljósi reynslu minnar, uni veruleikanum, varðveiti raunverulega raunhæfa sjálfsmynd, annist sjálfan mig, beri ábyrgð á áhrifum mínum á aðra og túlki ekki ökla eða eira alla skapaða hluti og áttum á því að þetta snýst nú ekki mig heldur geti ég hort á lífið í breiðu samhengi og verið auðmjúkur og vitur í staðis að vera auðmýktur og bitur og lifað í ljósi reynslunar frekar en að lifa í skugganum af henni. Þetta held ég svona í snörpumáli að sé höfuðverkefni okkar allra og þá erum við ekki að sigla inn í einmanaleika en við getum lifað heilmikla einsemd, af því að einsemd er mjög mikið verkefni lífi flestra að lifa einsemd. Dageinn ef allt fer á besta veg ég orðin skröltandi gamalmenni að líkamanum sem seint vonandi af ást en allavega þá af skyldurækni vonandi og að lifa einsemd en sú einsemd hún getur verið hlaðin djúpu og mikilvægu innihaldi og þess vegna en það fer eftir hvernig ég lifi núna, það fer eftir hvort ég vinn það nú lífinu mínu að ég sé skjólgóður sem gamli fíll, það er verkefnum hans, það er að vera skjólgóður, vera tilfinningilega félagslega og efnalega sjálfstæð manneskja sem að leið lifir í tengslu við fólk og skjólgóður fyrir sjálfan sig og þar af leiðandi fyrir aðra. Og þarna held ég að sem sagt úrvinnsla eða forðun einmannaleika hún eitthvað í mínum huga á þessu sviði það eitthvað svona. En svolítið þetta lýsa lífsglímunni sem hefur bara verið eins á öllum öldum en þú líka lýsa samfélagi þar sem við erum alltaf að stilla okkur fram sem einhvers konar líka við svona markasvörum upp á einhverjum fjöllum að sína við stöndum okkur og gera þannig að þá getur það að eldast getur verið erfitt fyrir fólk af því að þú verður svona ómark og ég nenni ekki að hlusta á þig gamli kall þú verður bara ómark og við þekkjum að konur tala það saman að þeirra er bara litið á sem einhverja kellingar og þær missa svona sess í samfélaginu og þurfa bara að finna leið til þess að lifa og í minni æsku þá voru kallar og kellingar voru bara í uniformum og það var bara tiltekið hlutverk sem að þau gendu sem ég ekki viss að gammalt fólk gegnir í dag. Það sé frekar bara það sé ekki hlusta á það. Þannig að það getur líka verið þannig að samfélagið reynist okkur erfitt með að ganga í gegnum þessar breytingar sem þú ert að tala að þurfa að gera sem eru enganlegar. Við lifum á tímum þar sem að því að við þurfum alltaf að sanna að við séum fullgildin í hópnum, annars verðum við gogguð út. Þá getur verið erfiðar að eldast. Já, og svo gerist það ofan í þetta allt, gerist það líka að það að kanselera það kanselera fólki. Það er mjög margt eldra fólk sem lifir við það að vera kanselerað af ættingjum sínum og vera neitað tengsl vegna sem sagt ætlaðara, raunverulegra eða ætlaðara mistaka í lífinu og nú hefur það og það er enn eitt nútíma svona þetta er meira nútíma vandamál að við höfum fundið þessa lausn verði einhverjum eitthvað á þá má alltaf kanselera og þessi nýja hugmynd, þetta nýja helvíti sem er komið inn í stofunar, einu sinni gamla trúarlega helvíti, það var eftir dauðan en nei, nú erum við komið með þetta, ef þeir verða eitthvað á og það er orðin mynd af því og það er komið sérstaklega að koma á vefinn hann gleymir engu og þú ert í helvíti þú ert einangraður þér er kanselerað og það er ekki að fara að breytast þannig að við erum komið með helvíti inn í stofu og og ef við færum okkur frá gamla fólkinu yfir unga fólki þá er það nefnilega nýtt vandamál sem ég sé í mínu starfi að þegar það er allar að vanda sig og svo þegar vondur hlutir gerast eins og ofbeldi eða framhjáhöld sem að gerast hjá góðu fólki
og svo leitar fólk stuðning, svo maður situr fyrir framan eitthvað par, ungt par, það sem til dæmis hefur orðið ofbeldi eða framhjáhald sem út af fyrir sig í eðli sínu líka ofbeldi, því að við erum að, ef og þegar ég held fram hjá maka mínum ég að taka heilsu maka míns og færa hann yfir í áhættuhóp og það ákveðin ofbeldisþátturinn í öllu framhjáhaldi og þá komin ný staða upp. Unga kynslóðin í dag, hún hefur ekki neina heimild það, hefur ekki heyrt það að til sé iðrun og yfirbót að það sé með einhverjum hætti hægt að endurvinna trúna sem er rofin í verki með því að vinna endurnýjan í verki. Þekkingin á eðli trúnaðar rofa og þess að endurvinna trúna en þegar honum verður sýnd ófyrirlitni. Við erum svolítið að missa þetta út og þetta alveg nýtt svona erfiðleika stig sem að blasi mjög við mér sem þarna kynslóðmunur. Þannig að þetta er fólk sem dæmt til einmanna líka. Það dæmt út úr það. Já, og dæmi sjálft sig, það bara situr bara gerandi hvor aðilinn sem það í sambandinu, sem að hefur bara gerst brotlegur í sambandinu, eins og gerist í 75% allar hjónabanda, það ekki að fara að breytast. Mannleg kynhegðun, mannlegt eðli er brotið, þess vegna í gamla kristindóminu, þá tölum við erfðasynd til þess að ná utanum þennan veruleika. Við erum fædd yndislega ófullkomin og við erum mjög líkleg til að bregðast. Og við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að hafa það með inn í reikningunum þegar við erum að tala við fólk. En við erum búin að missa þetta út. Við erum með þá hugmynd að ef þú gerir mistök, þá hefur þú gert mistök, Góri. Og þá hefur þú ekki haldið samningin og þá er honum rift og þú ert... Til þess að halda samfélaginu hreinu verður við að dæma þig út úr því. Já, þörfin fyrir að hreinn. Hún er gömul, en þetta er ný útfærsla á henni og þess vegna held ég, þarna á náttúrulega, þess vegna held ég að við munum núna þurfum við svolítið að alveg sama hvað fólk heldur Guð, það skiptir engu máli hvað fólk heldur Guð. Þetta er ekki það. Allt sem við segjum Guð erum að segja fólk. Og við þurfum, það er til forn viska langreynd af góðu. Og þá viskur náttúrulega hægt að misnota eins og allt annað og hefur gert aldeilis. En þekkingin á eðli fyrirgefningarinnar, hvernig kemur hún, hvernig vex hún fram, hvernig hægt að liðka fyrir henni, þetta er svo að græða sár. Læknar vita ekki hvernig sár gróa, en þau vita, læknar og hjúkrunarfólk, heilbrigðis starfsfólk veit heilmikið það hvernig má búa til aðstæður þannig að sár geti gróið vegna þess að það er líkaminn sem græðir sjálfan sig. Viskan býr í lífinu og eðli lífsins og þetta þarna á gamli góði kristindómun alveg ofboðslega margt að segja og þegar kemur að einmannaleikan og þá er líka alveg ofboðslega margt að segja reynsluna því að vera aldrei einn, reynsluna því að á mig er hort af himnesku foreldri mínu sem sér mig og elskar mig líka þegar ég gerir rangar hluti. Þetta er ekki meðvirk reynsla, þetta er ekki meðvirk afstæða til hlutana, heldur það að opna á möguleika nærverunar, sem leið opnar á möguleika nærverunar við brotið fólk. Og það er þetta miskunnarleysi sem að hefur, sem að er einhvern veginn að raungerast með svo miklum svona fídómi finnst mér í menningu okkar. Þegar kjarnin, það sem við verðum að varðveita, það sem verður að vera hluti af sið okkar, það verður að vera réttlæti, það verður að vera miskun, það verður að vera trúfesti. Þetta eru svona grunn nauðsþykk forn hugtök. Og þau ekki af himnum ofan, þau komu innan úr reynslu mannkins og ég held að við þurfum að endur uppgöta þetta ef okkur eigum ekki að missa trúnaðin við hvert annað og eitt er alveg víst
að þeir erfiðleika sem núna eru framundan í veraldarsögunni, því að þeir verða miklir, þeir erfiðleika verða ekki leystir með harðýðgi, með stjórnun ofanfrá, með því að finna hins seka, lyfta upp elítunni og dyrka stjórnurnar, skilgreina okkur alein og reyna svo að vera bara frjálsa því við erum ólíka á þess að tala saman. Sko, við mörum ekki leysa þetta með þessu fyrirbæri sem nútíminn eins og hann hefur orðið. Við erum komin með saman súrraða skekkju sem skilur okkur eftir ein og kvíðin. Og við verðum að þora að endur hugsa þetta. Og þá segi ég sem kristinn siðfræðingur og kristinn maður, kristin kirkja ætlar ekki að stilla þessu upp sem að það þurfi, hún sé bara með sannleikan umfram alla aðra. Það eðli kristindómsins, eðli kristinna kirkju sem lífrans fyrirbæris að taka þátt í samtalinu, bera vitni en taka ekki stjórn á og við þurfum að koma að borðinu, við þurfum að tala saman og við þurfum að heyra sögur og sagnir frá öllum menningarheimunum sem eru komin inn í samfélagið okkar. Við erum svo mörg, við erum svo ólík og við þurfum að virða lífsbaráttu hvers og eins, sögurnar og sagnirnar og viskunum sem sko bara býr með okkur og tilheyrir okkar menningu. Við þurfum að heyra hvert annað og það þýðir það við þurfum þá að nenna því. Og þá segi ég sem þáttastjórnandi amen. Já, amen. Takk fyrir að koma hingað og takk fyrir innihaldsríkt samtal. Takk fyrir að leyfa mér að koma. Ég ætla að sitja hérna áfram og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.